En ég ætla að tala lögmálið að sá og uppskera og svona atrið í þau sem að skipta miklu máli fyrir framgöngu okkar og velgengni í lífinu. Og þetta það mikið efni, ég velti fyrir hvort þetta tvískipta því, en það hefur þann galla, þá ég ekki stakka heildarmyndina núna, ákvað að gera það ekki, en ég með það til skoðunar að vera með annan lestur þar sem fer meira í dítelana. En ímyndum okkur að eins og að við myndum lendi í því að reka á eyðieyju. Enginn veit hvar við erum, enginn að leita að okkur og við getum þetta búast við að vera þar árum saman. Við getum lifað á eyjunni af því sem vex á trjánum og hugsanlega við eitthvað fisk, en svo erum við með 10 kartöflur sem við náðum að bjarga. Þá getum við hugsa svona, flott, ég er með 10 kartöflur og ég ætla að nota þær í 3 máltíðir. En þá getum við líka hugsa að býtunum við, ef ég þarf að vera árum saman, kannski áratugum, þá skiptir litlu máli hvort ég fái 3 máltíðir, þess að geta borðað eitthvað annað heldur en bara það sem ég vext hérna á trjánum og þetta er að tína út í náttúrunni. Þá hefur annan möguleika og hann er sá að í staðinn fyrir að éta þær, þá setur þær í jörðina. Þannig að þú býður alveg fram uppskerutíma, tekur upp kartöflunar og þá áttu 100. Og það er eitt mikill leyndardómur sem Biblían talar á bakvið þetta. Þetta snýstu ekki það að þú hafir sáð kartöflunum til að fá meira, heldur hvert sáður þau? Upphaflega var það jörðin sem gaf þessar 10 kartöflur, það komi frá jörðinni. Og þegar þú gefur tilbaka þeim sem þú hafði þegið kartöfluna frá jörðinni, hún færðar aftur, þá margfaldar hún það á nýjan leik. Þetta er gríðarlega mikilvægt. Þegar við gefum tilbaka þeim sem við höfum þegið frá. Og svo hugsaður, nú hef ég 100 kartöflur og ég borða 3 í máltíð, þá get ég bara borða þær að hverjum degi í heilan mánuð. En þá hugsaður, ég ætla að stilla mig þetta. Ég ætla að setja þær aftur í jörðina. Og þegar 3. uppskeran kemur, þá áttu 1000 kartöflur. Og þá getur þú bara tekið helminginn, borða kartöflur eins og oft og þú vilt, sáð hinu og sóttu nóga kartöflum eins lengi og þú þarft á þeim að halda. Með því að neita þér með því að sleppa skammtíma sjónarmiðunum og gefa kartöflunar til jarðarinnar sem hafði áður gefið þær. Þá margfaldur þær í hvert sinn. Og þetta er svo mikið atriði. Hverjum þegar við sáum, hvert erum við að sá? Í hvað sáum við? Þetta lögmál að sá og uppskera, það er talað það í Biblíunum bara mjög snemma í 1. bók Biblíunar framæðlega, þá stendur. Og drottinn fann sætalinn ilm og sagði í hjarta sínu, eigi minni framæðlega bölvinu í jörðina vegna mannsins og hneigðir mannsins í illar allt frá æsku hans. Og upp frá þessu mun ekki framar gera eða því sem lifir eins og ég hef gert. Og svo stendur, svo lengi sem jörðin stendur, skal hvorki linna sáningu né uppskeru frostin í hita, sumrin í vetri, degi né nóttu. Það stendur að svo lengi sem jörðin stendur, skal hvorki linna sáningu né uppskeru. Það er ekki bara að sáningunni linni ekki, uppskera með stöðut koma. Allt tilvera mannsins á jörðinni byggist á sáningu. Ef við myndum borða alla mat sem tilvera í veröldinu og aldrei sáninu, þá myndum milljarða manna deyja úr hungursneyð. Og ef við viljum fá mikla uppskeru, þá þurfum við að sá miklu. Því meira sem við sáum, því meira uppskerum við. Og í 2. Kórinthubrefi, 9. kafla segir Páll, sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera. En sá sem sáir ríflega
mun ríflega uppskera. Sérhver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu. Ekki með ólund eða nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð er þess megnugur að veita ykkur ríkulega allar góðar gjafir til þess að þið í öllu og ávallt hafi allt síðan þarnist og geti sjálfveitt ríkulega til allra góðra verka. Amen. Og þarna er Páll að tala að þegar að menn voru að sá af peningum sínum, meðal annars að því að safnaðurinn í Jerúsalem þurfti hjálp, og hann segir, ef þið sáðu sparlega, hann er að segja allt sem við höfum þegið er frá Guði. Og ef við gefum Guði tilbaka hluta af því sem við eigum, þá fáum við það margfalt tilbaka í einhverju formi. Og ef við sáum ríflega, þá fáum við ríflega uppskjöru. Af því að Guð gaf okkur allt og þegar við gefum honum í staðinn, þá gefur Guð okkur margfalt tilbaka. Alveg sem með kartöflunar. Þegar við setjum það til jarðarinn sem gaf þær, þá fáum við margfalt tilbaka. Þegar við tökum það sem Guð gaf okkur, tökum hluta af því og gefum Guð tilbaka, þá margfaldar það. Og eftir því sem við sáum ríflegar, því ríflegri verður uppskeran. Og Páll segir, Guð sem gefur sáðmanninu sæð og brauð til fæðu, mun og gefa ykkur sáð og margfalda það og auka ávöxt réttlætis ykkar. Guð mun auðga ykkur í öllu svo að þið geti jafnan sýnt örlæti. Guð vil gefa okkur svo mikið að við getum verið örlát. Og þegar við erum örlát, þá vil Guð gefa okkur ennþá meira. Og hverju sáum við? Það skiptir miklu máli. Ef við förum í Galatabréfið, 7. kafla, þá segir, villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem að sáir, það mun hann nú uppskera. Þannig að þú setur nú kartöflu, þá ferð ekki prófu. Ef þú setur nú hveiti, þá ferð ekki upp maís. Þú uppskerð margfalt það sem þú sáir. Ég uppsker það sem ég sái margfalt. Þetta er bara lögmál sem Guð sett. Og getur þetta ekki líka átt við bara til dæmis hugsanir? Hugsanir og allt mögulegt og það sem við tjáum okkur með tungunni og fleira. Akkurat. En Páll segir, það sem þú sáir, hvort sem það er hveiti, maís eða hvað er, það munt uppskera. Og hann segir, sá sem sáir í hold sjálfsíns, mun að holdinu uppskera glötun. Hold okkar vil oft stundum gera okkur megin. Það getur verið ofátt, ofdrykja, reykingar, hegðun sem að öfund, hegðun sem að fæli fólk frá okkur, gera okkur einmana. En sá sem sáir í andan mun að andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki á að gera það sem gott er, því að sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Sá sem sáir, hann þarf að bíða eftir að sæði spíri, hann þarf að vökva það, hann þarf að fylgjast með því, þá kemur uppskerutímanum. Þannig við höfum að sá og ekki gefast upp. Og þess vegna segir Páll, ekki verða þreytt á að gera það sem gott er. Á sínum tíma, ekki leiðu við gera það, þarf ekki að vera, á sínum tíma, á uppskerutímanum, þá munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við meðan tími er til gera öllum gott og einhvern trúsystkjunum okkar. Það er þetta sá bæði til lífs og dauða. Í Orðskjöðunum 18. kafla segir, af ávexti munnsins mettast kviðurinn, uppskera varana séður mannin. Dauði og líf er á valdi tungunar, sá sem beitir henni mun þiggja ávöxt hennar. Við getum beitt tungu okkar til dauða og þá erum við að sá. Og þá verður ávöxturinn dauði. Þá er ekki að tala líkamlegan dauða endilega, við getum sagt við ykkur, þú er bara fífl og astni, sko. En þegar við gerum þetta, þá munum við uppskera líka. Eða sagt, ég er svo veik eða ég má nýtt baka, mér líður hræðilega eða allt gengur illa. Já.
og svo getum við talað líf með tungunni og þá uppskerum við líf. Amen. Við ráðum hvernig við beitum henni, en það segir sá sem beitir henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar, það sé uppskeru. Hvort sem hún svo þurfum við að ákveða hvað við sáum með henni. Svo það sem við sáum, það margfaldast hvort sem það er gott eða slæmt. Og við getum alveg að arfa og fengi fullt arfa ef við viljum, sko. Eða gremju. Gremju, já. Í Hósea segir, sáuð réttlæti og uppskeri kærleika. En þér hafið gróðursett ranglæti og hvað? Uppskorið glæpi. Og svo er skemmtilegt vers um það hvernig við fáum margfalt það sem við sáum. Mjög fyndið orðalag. Þar sem þeir sáðu vindi, skulu þeir uppskera storm. Það sem við sáum, það uppskerum við margfalt, hvað svo sem það er. Wow. Og það er þetta sá ranglæti og uppskera ógæfi. Ef við skoðum orðskviðin í þennan 22. kafla, þá segir, sá sem sá ranglæti uppskera ógæfi. Sproti heiftarans verður engu. Hinn örláta munum menn blessa því hann gefur brauð, gefur hinum fátæka að brauði sínu. Og Jesús sagði, hvað sem þið gerið hinum minnsta bróður, það hefði gert mér. Hann sagði, þið voruð í fangelsi og þið vitið mín ekki, ég var sjúkur og þið heimsóttum ekki. Ég var klæðalaus og þið klæddum ekki, ég var hungrað og þið gáðum mér ekki að borða. Og þá sagði menn, heyrðu, hvenær sáum við þannig? Og þá sagði Jesús, það sem þið gerið hinum minnstu bræðum, það gerið þið mér. Þannig að þegar við erum að gefa kærleika, þá erum við að gefa Guði. Amen. Og þegar við gefum Guði af einhverju sem við þegið frá Guði, þá gerist það saman sem með kartöflun. Þegar við gefum jörðinni kartöfluna sem að jörðin hafði áður gefið, þegar við tökum því sem Guð gaf okkur og gefum hún tilbaka á þann hátt, þá uppskerum við margfalt. Og því ríflega sem við gefum, því meiri er uppskeran. Sáningartíminn getur tekið á. Segjum að maður sé svangur og alveg að drepast úr hungri, en maður verður að sá til þess að komast út úr skortinum, það er bara ekki annað að ræða, þá getur tíminn fram að uppskeru verið erfiður. Og þetta er orðað svolítið skemmtilega í Sálmi 126. Þegar drottinn sneri við hag Síónar, það var sem á streymdi. Það fylltist munnur vor hlátri og tungur voru að fögnuði. Þá sögðu menn meðal þjóðana mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við vorum glaðir. Snúfið hag vorum drottinn eins og þú fylltir þurra farvegi í Suðurlandi. Og svo kemur þetta, þeir sem sá með tárum munu uppskera með gleðisöng. Grátandi fara menn og bera sáðkort til sáningar, en með gleðisöng koma þeir aftur og bera kornbundin heim. Amen. Og í orðskviðunum 18, þá er talað hvernig orð okkar geta verið sáning. Af ávexti, ég las það þann, ávexti munnsins metta skviðurinn, uppskera vaðar, renna séðu mannin, döð og lífur á valdi tungunar, sá sem henni beitir mun þykja ávöxt hennar. Akkurat. Og það er svo mikilvægt þarna, í þessu sambandi var þetta allsnættir og uppskeru, að tala út allsnættir, ekki tala skort, ekki segja hluti eins og þetta er of dýrt, ég hef ekki efni á þessu, ég á engan pening, ég er alltaf blönkaður blankur, ég er fátækur, ég á ekki fyrir þessu, ég á ekki nóg, ég hef ekki nóg. Þetta er allt dæmi fræ sem að þið er að sá. Ef við talum svona, þá er það sá skortsfræjum sem að skapa skort inn í líf ykkar. Segið alltaf, ég á nóg af öllu, það er yfirflæðandi allsnægtir inn á bankareikningnum mínum, í hjartanu mínu, á heimilinu mínu, ég á nægan pening, ég hef efna á þessu, Jesús borgar þetta, þú veist, taliði allsnægtir en ekki skort. Akkurat. Og
Jesús tekur hérna líkingum sitt eigi líf og hlutverk út frá hveitikorninu. Þegar því sáð. Þegar Guð sá að maðurinn hafði brugðist og þá ákveður hann að anda okkur upp að nýju og gera okkur að sínum börnum. Og hvernig fór Guð að því? Hvað gerði Guð? Jesús segir í Jóhannes 3:16 því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf enga son sinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þegar Biblían talar Jesús sem enga son hans, þá Jesús sonur Guðs frá eilífð. Hann hefur alltaf verið til, hann var ekki skapaður af Guði, hann fæddur á hann sonur Guðs frá eilífð, utan allra tíma. Þú getur aldrei farið svo langt aftur í tíman að Kristur hafi ekki verið til. Hann gerðist seinna maður og gaf upp sitt líf fyrir okkur. Þannig að þegar Guð þurfti að leysa málin, þá leysti hann þau með því að sá. Hann leysti það með því að gefa. Hann gaf enga son sinn í dauðan fyrir okkur. Og svo rís Jesú frá dauðum og Biblían segir að öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Öllum sem trúa á nafn hans, og nú á Guð 100 milljóna barna sem hafa gefið Jesú líf sitt. Og hvernig eignaðist hann þau? Með því að gefa þennan eina son sem hann átti. Hann sáði, hann gaf, og það var aðferð Guðs við að fá hann aftur. Og Jesús tekur þessa líkingu með hveitikornið og hérna. Það kemur til hans maður og segir, hvað þarf ég að gera til að eignast eilíft líf? Og á þessum tíma gilti lögmálið í veröldinni og þegar að lögmáli gilti, þá snerist þetta að halda boðorðin, og Jesús segir þú ert að halda boðorðin. Og hann segir ég passa það, og ástæðan fyrir Jesús svaraði honum svona var að lögmáli var þá í gildi. Og þá sagði Jesús, það eitt sem vantar upp á. Seldu allt sem þú átt, gef fátækum, og þá eignastu fjársjóð himni. Komdu síðan og fylgdu mér. En hann gekk dapur í bragði að þeir náttu miklar eignir. Og lærisveinunum brá við þetta og segir hversu torvelt og þeir eru steinu lostnir. Og svo segir Pétur við Jesú, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Og þá segir Jesú, sannlega segi ykkur, enginn hefur yfirgefið heimili, bræður og systur, móður og föður og börn eða akra vegna mín og fagnareinsins án þess að fái það 100-falt aftur, nú á þessum tíma heimili, bræður, systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum, og í hennum komandi heimi eilíft líf. Amen. 100-falt. Já. Og svo öðrum staðir Jesús að kenna og segir, mannsonurinn á margt að líða. Öldungarnir, æðstu presturinn og fræðimennirnir mun útskúfa honum. Menn muni líflátan en hann mun rísa eftir 3 daga. Þetta sagði Jesú berum orðum, en Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Og svo heldur Jesú áfram og Jesús kallaði til sín mannfjöldan ásamt lærisveinum sínum og sagði, hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér og taki krossinn og fylgi mér. Hann að segja, ef við segjum við Jesú, ég gef þér upp líf mitt. Gerðu það sem þú vilt við það. Farðu með mig þangað sem þú vilt. Leittu mig þangað sem þú vilt. Leiðu mér að bara fylgja þér hvert sem þú ferð. Og við afhendum honum líf okkar. Kannski segi ég, svo ert fínt, en verður kyrr það sem þú ert núna, allt er leið með það. En við bara gefum upp okkar rétt til hans og segjum, þú mátt gera það sem vilt við líf mitt. Ég skal taka upp krossinn, ég skal gangi gegnum erfiðleika ef það kostar það, en ég vil bara fylgja þér hvert sem þú leiðir mig. Jesús segir að þegar við gerum það,
að þá segir hann því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífið sínu vegna mín og fagnarindsins mun bjarga því. Því hvað stóðar að mannin eignast allan heiminn en glata sálu sinni. Og svo er ég hérna með vers sem að verðist hafa dottið út. Já, hérna. Ég var áðan að tala um Jesús sem hveitikornið. Guð átti sinn enga son, engan annan son og gaf hann upp og eignaðist 100 milljóna barna í staðinn. Hann sáð honum og þetta er uppskeran. Jesús reis upp og hver sem játast honum, gefst honum, verður Guðs barn og á arf með Jesú. Biblían segir að við erum erfingjar Guðsins og hann. Tökum arfinn með honum. En Jesús segir, stundin er komin að dýrð mannssonarins verði opinber. Þarna er að nálgast krossfestinguna upprisuna. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikornið fellur ekki í jörðina og deyr, verður það áfram eitt. Það geftir hvernig sett upp. Ef ég held á hveitikorni og ger ekkert með það, þá er það bara þarna. Það er eitt. Og verður áfram eitt. En ef þið er sáð, þá vissulega deyr það, en ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Þannig að hveitikornin fyrir jörðina, upprís öxi og hellingur af hveiti. Og Jesú er að segja þegar við gefum honum líf okkar, og þá gefum við honum eitthvað og við köllum það ekki tilbaka, en þá ber líf okkar ávöxt. Þá verður uppskeri líf okkar. Það verður uppskeru tíð. Amen. Og þá kemur Guð inn í hlutina með okkur. Til að það er allir betri vegar. Og hann segir, sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Það var ekki við því þegar Biblían talar stundum að hata líf sitt eða hata þetta, hata eitt, þá er þetta einhver talsmáti á tími Jesú, menn töluðu svona og það þýddi ekki að hatur í venlegri merkingu heldur að taka fram yfir. Og þegar að menn voru að skrifa síðan Nýja testamenti á grísku, þá er að misjafnt eftir Guðspjöllum hvort að menn umorðuðu hlutina til þess að það misskildist ekki eða ekki. Þannig að eitt vers í Biblíunni segir að notar hata meðan annars segir elska meira í hinu Guðspjöllum. Og við vorum að endur segja orðans á grísku og þá verður þeir svona velta fyrir sér. Það var stundum eitt svona út til að valda ekki misskilningi en aðri Guðspjallamenn gerðu það ekki. En sem sagt að ef að við gefum til Guðs, upp til Guðs og segjum ég vil fylgja Jesú, ég vil ganga þinn veg, þá erum við að sá og þá kemur margföld uppskera. Svo komum við að versi sem er svona, já, það sem að er hérna uppskeran á efsta degi. Og það er í fyrra Korinthubrefi, 15. kafla. Þar snýr Guð öllum lögmálum á hvolf. Og hann gat gert það vegna þess að Jesús, hann var í svona líkama sem var bara með svona þessa mannlegu veikleika og gaf upp líkama sinn og fekk upprisu líkama í staðinn. Og þetta er rosalegu leyndardómur sem Páll hann talar um og í fyrra Korinthubrefi, 15. kafla segir nú kynni einhver að spyrja hvernig rísa dauður upp, hvaða líkama hafa þeir þegar þeir koma. Og það er eðlilegt að menn spyrji þó að Páll finni spurningin heimskuleg vegna þess að sumir láta brenna líkama sinn, líkami sumra rotnar og líkami annar bara að vera í sjónum og étin af fiskum
Svo þegar við rísum upp, hvaða líkama erum við með? Og Páll segir, það sem þú sáir lifnar ekki við aftur nema það degi. Og ef þú sáir, þá er það ekki svo jörð sem vex upp síðan sem þú sáir heldur bert frækornið. Og svo segir hann, og þarna kemur að mjög merkilegum hlut sem gildir milli okkar, hjá okkur, frammi fyrir Guði. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt. Þegar líkam okkar deyr, þá reisir Guð hann upp sem eilífan líkam sem getur gjörið sjúkur og ekki fengið pestir eða neitt. Amen. Og svo segir, sáð er í vansæmd en upprís í vegsemd. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðnesku líkami en upprís andlegu líkami. Hvað þýðir þetta? Þegar við viljum sjá Guð gera breytingar í okkar lífi, hverju sáum við? Við sjáum oft fyrir okkur að þegar við ætlum að sjá eitthvað fyrir Guð, ætlum við að gera það flott. Láta Guð fá eitthvað flott sem við gefum honum. Flottur pakki, flott innihald, allt perfekt, Guð má, það er nú það minnsta sem við getum gert, því að Guð er annars vegar. En Biblían segir, það sem sáð er í veikleika, upprís í styrkleika. Sáð er í vansæmd, upprís í vegsemd. Það sem við sáum og gefum Guði, við gefum honum biturleika okkar. Við gefum honum reiði okkar. Við gefum honum illar hugsanir okkar. Mistök okkar. Allt sem okkur skortir. Við komum til hans eins og við erum í öllum okkar veikleika, í allir okkar vansæmd, alveg sama hvort það er gott eða slæmt, við sáum öllum til hans. Við segjum Guð, hérna er ykkur, ég bara get ekki fyrirgefnum, langar ég hugsaðinu mín er að ætla hann það versta. Ég gef þér þetta. Ég sá þess til þín. Ég sá ótta minn. Ég gef þér hann. Ég gef þér efasemdir mínar. Ég gef þér þessar hugsanir af hverju. Sá þér í vansemd, upprís í vegsemd. Sá þér í veikleika, upprís í styrkleika. Og það er í fagnaðarerindinu Jesú Krist, þá er það þannig að við getum komið allt til Guðs og gefið honum það. Einmitt það sem er að í okkar lífi. Og þá gerir Guð eitthvað stórkostlegt fyrir líf okkar í staðinn. Amen. Sáð er forgengilegu en upprís óforgengilegt, segir. Sáð er í vansemd, upprís í vegsemd, sáð er í veikleika, upprís í styrkleika. Og svo segir hérna, og það sem að er að ef við viljum taka á móti Jesú Kristi og leyfa honum að umbreyta líf okkar, þá ætla ég að biðja með ykkur núna og hérna þegar ég bið að gefa Guði allt og leyfa honum að umbreyta lífiðinu, þá gerir þessa bæn sem ég fer með núna að þinni bæn. Kæri Jesús, ég gef þér líf mitt, ég gef þér veikleika mína, ég gef þér allt sem er að í mínu lífi, öll mistök mín, allan ófullkomleika minn. Ég gef þér allt sem að ég vil engi veit og ég skammast mér fyrir. Og ég þakka þér fyrir að þú tekur við mér eins og ég er. Og nú gefið þér líf mitt, þú munt gera hvað sem þú vilt og ég þakka þér fyrir að þú munt umbreyta því. Og Jesús, hér eftir, þá ertu drottinn í mínu lífi og ég fylgi þér. Amen. Og ef þú biður þessa bæn og meinar það, þá umbreytir Guð lífiðinu. Og þá ertu hans og Biblían segir að Guð bara einni bæn í burtu, að þeir eru játust Jesú á þennan hátt, þá segir Biblían, þá frelsumst við og eignumst eilíft líf. Amen. 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 Takk fyrir þetta. Þetta er
svo ofboðslega mikilvægur og góður boðskapur og ég fann bara hvað snerti við hjartanum mínu þegar þú varst að tala um það að Guð sáði syni sínum og uppskar 100 milljóna barna sem eru við sem eru börnin hans, við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi. Og það mikilvægasta sem við gerum í þessu lífi, tilgangurinn okkar hérna á jörðinni, að stíga þetta skref, að taka á móti Jesú til þess að endurfæðast, til þess að við getum talist vera börn Guðs og fáum inngöngu inn í himnaríki Guðs eftir að jarðvistinni hérna lýkur. Lífið hérna á jörðinni bara eitt lítið sandkorn í allri eilíðin og sálin okkar eilíf. Og Jesús sagði að sálin okkar, sálin þín, dýrmætari, langt dýrmætari heldur en allt gull og allir gimsteinar og allur þessi veraldlegi fjársjóður, þessi efnislegu gæði sem til eru hérna á jörðinni. Og sálin þín dýrmætari en það. Og þess vegna dó hann fyrir hana. Og það segir í Biblíunni að þegar við veljum að trúa því í hjartanu að Jesús er Guð og við játum það með munninum, þá gerist þetta kraftaverk og fyrir þá sem voru ekki búin að stíga þetta skref og endurtóku bænina sem að Einar var að fara með, þá var þetta að gerast. Þannig að fyrir þá sem voru að stíga það skref fyrst, núna eða þá sem eru að horfa á þetta seinna á netinu, þá vil ég óska eitthvað til hamingju. Og þetta með að annars vegar sá í holdið og hins vegar að sá í andan. Þetta er rosalega mikilvæg fræðsla í Biblíunni þegar verið að tala annars vegar holdið og hins vegar andan. Og við vorum með lestur fyrir ekki svo löngu sem hét að lifa í andanum. Og hann kemur fljótlega inn á YouTube og inn á Spotify. Við erum með alla lestra, allar hugleiðslubænir inn á Spotify undir nafninu Frelsiskirkjan. Ég hvet ykkur til þess að skoða það og hlusta á það. Og við erum líka með lestrana og bænirnar í lokin, alla inn á Spotify og inn á YouTube líka undir nafninu Frelsiskirkjan. Þannig að endilega skoðið það. Eitt ég ætla að segja bara svo að gleymist ekki. Já. Að ég ætla að hvetja ykkur til að fara á samverustund á sunnudaginn sem er á Kríunesi. Það er sem Hótel Kríunes sem er enda Kópavogsalur við Elliðaveg. Og þið getið fundið þetta bara á Google Maps. Þetta er svo veglegt. Við erum með samverustund bara á Ráðstefnuhóteli. Það með sér veitingar á eftir. Kostar ekkert. Að klukkan 5 á sunnudaginn. Klukkan 5 á sunnudaginn. Ég verð sjálfur með lestur þar. Þetta er klukkutíma samvera og mér langar að sjá sem flesta. Já, þetta með þess að ég var að segja var þetta holdið, að sá ekki í holdið, heldur að sá í andan. Andin okkar er þessi partur af okkur sem að Guð fæddi inn í okkur þegar við endurfæddumst. Þannig að í rauninni er það sá partur af okkur sem er þessi guðlegi, yfirnáttúrulegi partur. Og sá partur í honum er ekkert myrkur og hann er bara kærleikur, friður, allsnægtir, góðir ávextir, frelsi, heilbrigði, lækning, allt þetta fallega góða sem við viljum er nú þegar í andanum okkar og lifir innra með okkur. En við erum líka með þetta hold sem við dettum stundum í og það er myrkur. Þar er gremja og öfund og reiði og losti og fýsnir og gyndir og allt þetta. Og þegar við finnum, og það er svona ákveðin list að læra að lifa í andanum en ekki holdinu. Þegar við finnum neikvæðar hugsanir, dæmandi hugsanir, óttahugsanir, kvíðahugsanir, þá vitum við strax ég er komin í holdið. Þá fyrirgefum við því, við afhendum þetta til Guðs og við veljum að stíga aftur inn í andan okkar, munið. Þið hafið þennan anda, hann er innan með okkur, þess að ég stíg inn í anda minn og leið og ég geri þetta og þegar ég fara að æfa ykkur í þessu þá finnið þið strax að hugafæri breytist. Það koma svona kærleiksríkar, friðsælar, fallegar hugsanir. Ég kannski stend frammi fyrir ykkur vandamáli, ég fer inn í holdi og ég er að meta þetta út frá mínum vilja og því sem ég vil gera, okkar vilja hann í holdinu. Og mér langar að gera þetta og mér langar að segja einhverjum til syndina og mér langar að fara og sækja minn rétt og passa allt sér sanngjarnt eftir mínum vilja. Og ég finna ég er í holdinu og ég fyrirgefi þessu, ég afhendi Guðs og ég segi það stíðin í andan og ég ætla að gera þinn vilja Jesús og þá finn ég strax, það kom einhver allt annað svar. Bara, fyrirgefi þessu, gefðu mér þetta og labba í burtu. Slepptu þessu bara, ekki einu svona hugsa þetta, ekki vera að eyða orku í að sækjast eftir einhverju sem að í eilífðinni skiptir engu máli.
Við erum alltaf ofta að sogast inn í eitthvað því að við erum að eltast eitthvað rétt, eitthvað sanngirni sem að við, eða holdið okkar telur að við erum rétt á í staðans að sleppa þessu, sá þessu til hans og ef við mistum eitthvað eða fórum að mis við eitthvað þá gefur Guð okkur það margfalt tilbaka. Það segir í orðunans. Það segir í Jóel 2. kafla það sem við missum ef við sáum þessu til hans og látum leiðast að andanum þá mun Guð gefa okkur það margfalt tilbaka. Og það er nákvæmlega þetta sem maður að segja, 100-falt, 100-föld uppskera. Þannig að við erum að sá oft á dag, mörgum sinnum á dag. Og þannig að þess vegna er svo ofboðslega gott að skoða þetta og skoða sjálfan sig. Hvað er ég að sá með orðunum mínum, ákvörðunum mínum, gjörðunum mínum, tíma mínum, peningunum mínum, hugsunum mínum og svo framvegis. Ok. Heyrðu, þá ætlum við að fara í svona smá hugleiðslu bæn. Ætlum við að taka kannski svona 15, 16, 17 mínútur. Við höfum góðan tíma núna þar sem við ætlum í rauninni að bara fyrirgefa öllu þessu vonda sem við höfum sáð gegnum tíðina og bara afhenda það til Guðs og bara taka allt vonda sæðið og afhenda honum það og alla vondu ávextina og Guð tekur það. Og síðan ætlum við að þakka honum fyrir uppskeruna. Og við ætlum að trúa því, við ætlum að taka við uppskerunni í trú og við ætlum að trúa því að við lifum í allsnægtir, við ætlum að losa okkur við alla skort. Við erum börn Guðs, Guð er allsnægtir, við eigum ekki að lifa í skorti, við eigum að lifa í yfirflæðandi allsnægtum. Það eru svo miklar allsnægtir að bikarinn okkar er yfirflæðandi fullur þannig að flæðir yfir í bikara þeirra sem eru í kringum okkur. Og það eru allsnægtir Guð sem hann vill gefa okkur en samfélag okkar við Guð byggir á trú. Við getum ekki tekið við því sem Guð vill gefa okkur ef við erum ekki í trú. Og það er það sem við ætlum að vinna með núna, að trúa þessum loforðum Guðs og taka við þessu í trú og þá byrjar það að raungerast í líf okkar, sérstaklega við fylgjum því eftir með því að sá hugsunum og orðum sem er í samræmi við það sem að Guð vill gefa okkur. Amen. Þá ætlum ég bara að bjóða ykkur að koma ykkur þægilega fyrir og það má sitja, það má líka liggja í þessari bæn. Og ég legg þetta bara í þínar hendur, Drottinn, og ég þakka þér fyrir að þú stýrir orðum mínum og ég legg alla þá sem eru að hlusta núna í þínar hendur. Í Jesú nafni afhendi ég öll þessu börn þín inn í þitt ljós, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að heilagur andi er að fara að vinna sitt verk í lífi hvers og eins hér sem hlustar. Og ég ætla að bjóða þér bara núna að draga djúpt inn andan og bara leyfa þér að loka augunum og leyfa þér að leggjast í hvíld Guðs. Það leyfa þér að bara leggjast í faðminn hans. Bara segja við hann, Guð, ég treysti þér. Guð, ég trúi þínum loforðum. Jesús, ég trúi því að þú ert Guð. Og ég trúi því að kraftur heilags anda er yfirnáttúrulegur, stórkostlegur, guðlegur, kraftaverka kraftur sem að kemur vilja föðurins til leiðar. Og það er vilji föðurins að þú eigir, þú sem hans barn, þú sem hans erfingi, eigir heilbrigt, stórkostlegt líf í yfirflæðandi allsnægtum.
Og ég býð þér núna að opna hjarta þitt. Fyrir krafti heilags anda. Og segja komdu heilagur andi og flæddu inn í hjarta mitt. Flæddu inn í líkamann minn, inn í sálina mína, inn í hugsanir mínar. Inn í heilsuna mína. Komdu heilagur andi inn í efnahaginn minn, fjármálin mín, skipulagið mitt. Komdu heilagur andi með þinn kraftaverka kraft inn í fjölskylduna mína. Og leiddu fram vilja föðurins núna í Jesú nafni. Og Jesús sagði við að vera eins og lítil börn þegar við komum til föðurins. Og ég ætla að biðja að ímynda þér núna að þú sért pingu lítið ungabarn og þú liggur sofandi í faðmi föðurins. Algjörlega heilbrigt, friðsælt, hamingjusamt, öruggt, fullkomlega öruggt barn. Og þú hvílir í fangi föðurins. Í fullkomni trausti. Í fullkominni trú. Að faðir þinn á himnum, sjálfur almáttugur Guð, er með þig, verndar þig, passar þig, sér fyrir þér, elskar þig. Heldur utan að þig. Og ekkert illt getur nokkuð tíma snert þig. Að það er engin staður í veröldinni öruggari heldur en sá staður sem þetta litla unga barn sem ert þú er á núna. Fullkomin hvíld. Fullkomin friður. Og stórkostlegasta og fallegasta elska sem til sem að flæðir inn í þig núna. Og hjartað þitt, það kallar Abba faðir eða pabbi.
Takk, takk pabbi. Og þú skynjar að hans almáttuga hönd hefur þegar hreinsað öll óheilbrigð sæði, alla vonda ávexti út úr hjartanu þínu núna, út úr lífinu þínu. Og fyllt hjartað þitt með stórkostlegum ávöxtum. Með stórkostlegri guðlegri sáðningu. Þetta er gjöf föðurins til þín og uppskeran verður svo ríkuleg, 100-föld, margföld. Og það er bæði andleg gæði og efnisleg gæði. Og ég ætla að biðja að ímynda þér núna bikarinn þinn. Og þú sérð hann fyrir þér í huganum og þú sérð bara yfirflæðandi flæði frá Guði, bara sturtast hann í bikarinn. Og það flæðir yfir barmana og það flæðir yfir í aðra bikar í kringum þig. Og í hjarta þínu eru yfirflæðandi allsnægtir, meira en nóg af öllu sem þú þarfnast, miklu meira en nóg af kærleika, yfirflæðandi kærleikur, yfirflæðandi friður, yfirflæðandi frelsi, yfirflæðandi heilbrigði, yfirflæðandi efnahagur, yfirflæðandi hlátur og samverustundir og fegurð. Faðir þinn er konungur konungana. Hann er æðstur í þessari veröld. Hann á allt. Og þú tilheyrir hans konungs fjölskyldu. Og þar er engin skortur. Og Guð er með uppskeru fyrir þig. Hann hefur séð hvert einasta tár, heyrt hverja einustu bæn, verið með þér í hverja einustu þrenging. Og uppskeran er að koma. Og hún verður svo mikil og svo ríkuleg og svo stórkostleg. Miklu, miklu meiri heldur en þú gast nokkuð tíma ímynda þér. Og ég ætla að bjóða þér núna að bara segja, annarkvort uppátt eða bara hljóði í hjartaninu, takk, takk Jesús, takk Faðir, takk fyrir uppskýrna því að þakklætið er kraftur frá Guði sem að opna hjarta okkar fyrir gjöfum Guðs. Og því meira sem við lifum í þessum krafti sem þakklætið er, því meira fáum við. Og við erum að þakka fyrir hlutina áður en að við fáum þá. Og þá koma þær til okkar. Og ég ætla að bjóða þér núna að eiga bara smá stund með Guði. Þar sem að þú ætlar að byrja að þakka honum fyrir allt. Sem að þú þráir að öðlast inn í þitt líf fyrirfram. Og þú ætlar að þakka honum fyrir það eins og það sé þegar orðið. Og þetta eru fræ
Þetta er sáning sem mun skapa stórkostlega uppskeru. Og við ætlum að taka bara örfáar mínútur í þetta núna. Og það má vera hvað sem er og ekki vera feiminn við að þakka fyrir stóra hluti, mikla hluti, kraftaverk að lækningu. Það má líka vera tengt fjármunum, það má vera tengt börnunum okkar, það má vera tengt maka, líkamannum okkar, heimilinu okkar, vinnun okkar, hverju sem er. Og við ætlum að taka þessa stund með Guði núna. Amen. Svo ætlum ég að bara rétt hérna í lokin, þá ætlum við að fara með litla bæn. Drottin, ég gef lífið mitt til þín. Drottin, ég gef þér hjarta mitt. Jesús, gerðu það sem þú vilt við mig, við mitt hjarta og við mitt líf. Takk í Jesú nafni. Amen. Amen.